páskamaturinn, páskaeggin og allt hitt. Netto. Komið sæl og velkomin í Suðurnesja magasín. Ungir knattspyrnumenn elsta hótelið á Suðurnesjum, rusla á víðavangi og fasteignamarkaðurinn á Suðurnesjum eru viðfangsefni okkar að þessu sinni. Við kynntum ykkur nýverið fyrir 15 ára gömlum kvikmyndagerðarmanni í Keflavík sem vann stuttmyndakeppnina Örvarpið. Hann heitir Árni Þór Guðjónsson og hann gengið til liðs við okkur í Suðurnesja magasíni og nú komið að Árnafréttum. Já, æskuvinnirnir 15 ára félagar, Davíð Snær Jóhannsson og Helgi Bergmann Hermannsson eru aldeilis að gera það gott í fótboltanum. Þeir voru báðir valdir í U16 landsliðið og Davíð æfir með meistaraflokki Keflavíkur. Árni Þór fór og spjallaði við þessa flottu fótboltadrengi. Með hvaða lið æfir og í hvaða flokk þú? Ég æfi með Keflavík og með meistaraflokki. Ég æfi með Keflavík, ég í 3. og 2. flokki. Ég spila sem markmaður. Sem frá því sem búin að vera að gera í landsliðinu? Þessi hópur var valinn núna, við erum að fara út á UEFA æfingamót út í Litáen. Þetta fyrst skipti sem ég var valinn, þannig að ég ekki búinn að spila neina aðra landsleiki. Ég æfi bæði með U17 sem einu eldri en ég og U16 sem mín aldursflokkur. Hvað ertu búinn að spila marga leiki og hvar? Ég hef spilað 12 leiki. 3 hér á Íslandi á Norðurlandamótinu og ég spilaði 5 í æfingamóti í Hvíta-Rússlandi og 3 í undankeppni EM í Finnlandi. Og hvernig búið að ganga? Það bara eins og þetta bara gengur upp og niður. Sumir leikjum gengur mjög vel, sumir leikjum ganga ekki eins vel. Maður bara halda áfram og læra þessu. Af hverju byrjaðir að fótbolta? Ég byrjaði að fótbolta þegar ég var 4-5 ára og þá fann ég bara að þetta var eitthvað sem mér var gaman að gera. Fjöldaðan bara að vera út af pappa sko. Það bara alltaf verið fótbolti í fjölskyldunni og það örugglega bara eitthvað í blóðinu. Nú ert þú með meistaraflokki, hans 15 ára gamall. Það í fyrsta sinn sem 15 ára strákur með meistaraflokki í sögu Keflavíkur? Ég held ekki. Ég held að það hafi verið einhverjir á undan mér. Með Rámaría Hilmar, Max Jane og Sigurbergur Elísson hafi verið báðir 15 ára. Hvað æfir oft í viku? Ég æfi svona 5-6 sinnum í viku og síðan oftast 1 leikur í hverju viku. Það misjafnt en yfirleitt æfi ég 5-6 sinnum í viku og sjálfsögðu aukalega. Þú stefnir auðvitað að vera atvinnumaður í framtíðinni, ekki satt? Það er rétt. Ég hugsa að það sé nú draumur allra sem í þessu. Ef þú mætti velja, með hvaða liði myndir þú helst vilja spila fyrir í atvinnumennsku? Það annarkvort Juventus eða Manchester United. Ég myndi örugglega vilja spila fyrir Real Madrid á Spáni. Sko, Manchester United hefur alltaf verið svona í hjartanu. Þetta lið sem ég hef alltaf haldið með en það eitthvað sem heillar mig við ítalska fótboltann og Juventus. Það svona að hjarta í því. Þeir eru svona stærsta félagið með mestu söguna. Bestu leikmenn eru þar. Hver ædolið þitt? Ædolið mitt mun alltaf vera Gianluigi Buffon, markmaður Juventus í Ítalíu. Maður átt svo mörg ædol gegnum tíðina. Fyrst hafa verið Zidane og svo kom Cristiano Ronaldo og sjálfsögur Gylfi Sigurðsson. Hvernig tónlist hlustar á? Það allt milli himins og jarðar. Ég hlusta bæði á rock og rap og pop og klassískt. Þetta bara allt í einhverju mauki. Hver draumabíllinn? Draumabíllinn? Ætli það væri ekki bara Tesla eða einhver sportbíll. Hefur eitthvað ráð fyrir unga fótboltastráka og stelpur sem vilja koma svona langt eins og þú? Það bara að æfa vel og gerist vel og getur í hvert skipti. Sama hvort þú sért á æfingu eða í leik eða úti með félagunum í fótbolta. Skiptir bara mestu máli að vera duglegur að æfa, gera hlutina sem aðrir gera ekki, fara sofa vel, borða vel, drekka vel.
var að frétta að þú komið með sponsor hjá Adidas, ekki satt? Getur þú sagt mér eitthvað frá því? Jú, það er satt. Þetta bara eitthvað sem kom upp á og... Já, ég veit ekki hvað ég get eiginlega sagt þetta. Þetta bara... kom sem með bara landsliðsverkefnum. Þau áhuga á mér og bara tók því vel og maður þarf alltaf að vera humble með svona. Passa sig að vera ekki að monta sig með þetta. Þetta er ekki sjálfsagt. Þeir eru að vera bestu vinir bara síðan hvað þið voru 5 ára og núna eru báðir að fara saman keppa úti með landsliðinu. Hvernig er það? Það er náttúrulega gaman alltaf að vera með besta vinni sínum úti, sko. Já, og svo er náttúrulega bara fylgið að við höfum gangið í gegnum þetta saman. Við höfum hæft okkur saman frá við vorum bara 7-8 ára. Fínt að vera útileikmaður með besta vinn sem er markmaður. Eitthvað er logoður hérna, finnst þetta að vera búið núna? Bara áfram Keflavík. Líst vel á það. Takk fyrir þetta. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Hótel Keflavík fékk á dögunum þakkarverðlaun ferðaþjónustunnar á Reykjanesi. Hótelið er það fyrsta sem tók til starfa á Suðurnesjum fyrir liðlega 3 áratugum. Við settumst niður með hótelstjóranum sem sagði okkur frá upphafsárunum og stöðunni í dag. Steindór, segðu mér aðeins frá byrjunarárunum hér á hótelinu. Já, við hófum starfsemi að byggja upp hótelið sem slíkt í janúar 1986 og síðan var hótelið opnað í maí, sama ár, 17. maí. En árunum þar á undan hafði faðir minn byggt sem kjallarann, það sem opnaðsmiðja Suðurnesja var, og byggt fyrstu hæðina og hún var leigð út fyrir húsgagnaverslun á Bústað. Og var búin að vera þannig í mörg ár því að ég og eldri bróðir minn Magnús við vorum sendir á heimavistarskóla og það var að vera að velja á milli þess hvort að við myndum vera, hvort að pabbi hefði efna því að senda okkur í skólan eða byggja áfram og við fórum í skólan og þess tafðist nú byggingin og svo þegar við komum tilbaka þá var farið á stað og byggt hótel sem stóð nú reyndar aldrei til að gera fyrir þá. En hvers vegna hótel? Það byrjaði með því að amma mín, Sigríður Stefánsdóttir, hún fór í aðgerð í Reykjavík og var á sjúkrahóteli og okkur fannst mjög spennandi hugmynd að vera með sjúkrahótel í tengslu við Díálmuna. En svo þegar fór að líða svona að þessu öllu saman að þá kom ég með þá hugmyndi að þetta yrði hótel og var svolítið stórhuga og vildi að það myndi heita Hótel Keflavík. Og það er svolítið sérstakt að horfa tilbaka að Hótel Keflavík hljóma kannski í dag bara eins og öll hinn hótelin þegar það er svo mörg. En það voru svo fá hótel, það var Hótel Loftleiðir, Hótel Borg og Hótel Kea, Hótel Saga. Þetta var svona nokkurn veginn upptalið. Og ekkert nálægt flugvellinum í raun og veru? Nei, ekkert neitt á svæðinu, bara Reykjanes og lagði sig, það hafa aldrei verið gististaður. Og við erum sem fyrst að fara á stað með gististað hérna á þessu svæði. Og hvað voru þau með mörg herbyggi til að byrja með? Það voru raunlega 22 og svo í þessu rými hér komu 5 herbyggi bara nokkrum mánuðum seinna. Þannig að það voru 32 rými sem við höfðum það árið. Og ef þú ættir að svara því hver munurinn er frá því að þú byrjaðir og í dag, hver er helsti munurinn? Sko, ef við bara svona fyrst kannski segjum að þessu auðvitað opnuðu hótelið meira svona eins og farið fínt gistiheimili. Og við vorum ekki komið með liftuna og ýmislegt annað sem er eðlilegt að hafa hóteli á fyrstu mánuðunum. En síðan erum við hér stödd auðvitað í fyrsta 5 stjörnu hóteli landsins, þannig að munurinn er gríðarlegur sérstaklega hér. Og svolítið sérstaklega að hugsa til þess hvernig þróunin hefur verið. En ef við horfum aftur á móti á hvernig hlutirnir voru 1986 og í dag, þá er alveg gríðarlegur munur. Í fyrsta lagi, ég var að rifið upp með mig sjálfur með konuna áðan, að við vorum hérna með allt handskrifað, alla gestalista og svo var Tippex. Alltaf verið að stróka yfir nöfnum með Tippex, var eitthvað afbóka og ef það var hópur þá var þetta bara hörku vinna að Tippex er yfir heila hóp og svo skrifa nöfnin ofan í og þegar það var búið að Tippexa aftur og skrifa aftur ofan í og var komið í svona 4. tilraun, það var þetta orðið svolítið erfitt. Ykkur var veitt verðlaun í síðustu viku, svona þakkaverðlaun. Hvað, hvernig fannst ykkur það? Mér er þetta sjálfur að hugsa fyrst til þess tíma að við byrjuðum og þann kraft sem foreldrar mínir höfðu og þor til að fara af stað. Ég var auðvitað ungur og vildi bara gera eitthvað og kannski hugsaði ekki alveg framtíðina, en þau þetta voru
eldri og þroskaðir og vissu það að þetta var áhætta og sérstaklega hér að fara út í að byggja hótel þar sem ekkert hafði verið hótel áður og ég fekk svona oft stuttur ræðinu til mín, þetta bara hálfvitaskapur, bara kjáni en pabbi fekk svona mýkri útgáfu, heldur þetta sé í lagi Jón, heldur þetta sé sniðugt að gera hótel á svæðinu en þetta heppnaðist mjög vel, við vorum að sjálfsögðu með mikið af fólki gegnum herinn og alveg frá 1986 til 2001 að þá höfðum við mikið af gestum í tengslum við herinn, áhafnir og ýmislegt þannig. Og svo fór herinn í daginn og við þurftum aftur að bregðast við og breyta stefnu og það tókst það vel að árið eftir var besta árið í sögu hótelsins þangað til. En á sama tíma get ég sagt líka að besta árið í sögu hótelsins var í fyrra, núna í dag og gengur mjög vel og þá sérstaklega hér á þessari hæð, hérna þessu fyrsta 5-stjörnu hótel landsins að það eru bara með ólíkindum hvað hefur gengið vel og allt hefur farið betur en við þorðum best að vona og sérstaklega hvað fólk ánægt og sátt við staðinn okkar. Þetta er mikil vinna. Þetta er mikil vinna og það er meiri vinna í dag heldur en þá. Öðruvísi, ég var ofta að tala það, gamla daga þá vorum við, foreldrar mínir og systkini vorum hér oft 24 tíma sólarhring og fór ekki heim í marga daga þótt að maður búið hérna rétt hjá og var bara þá á daginn að vinna og svo svaf maður í lobbyinu og bara reis upp bara þegar einhver bankaði og tók til morgunmat og annað og það var meira viðvera en í dag er þetta mikið meiri vinna, það er mikið meiri kröfur allstaðar. Það eru kröfur í tölvumálum, það eru kröfur í bókunarmálum, það eru kröfur á gestum, þeir vilja þetta og hitt og það er enginn sem sleppur við það að vera í hýraból í lobbyinu og taka á móti gesta lengur. Njóttu betur með Sæl aftur. Suðurnesja Magasín í fasteigna hugleiðingum og við heimsóttum fasteigna söluna Stuðlaberg og tókum stöðuna á markaðnum. Ein elsta fasteignasalan á Suðurnesjum Stuðlaberg í Reykjanesbæ. Guðlaugur Helgi Guðlaugsson byrjaði að selja eignir á svæðinu árið 1992 og hefur því upplifað ýmislegt frá þeim tíma. En við spyrjum hann fyrst út í stöðuna á markaðnum á Suðurnesjum. Í dag þetta svona aðeins komið meira jafnvægi yfir þetta. Það var náttúrulega svolítið óeðlilegt sem var að gerast fyrir 2-3 mánuðum síðan. Það var mikið læti, slegist hverja eign. Eignir voru að fara í yfirverði. Í dag þetta svona, eignir að fara kannski á ásettu tölum eða aðeins undir eða komið meira jafnvægi. Það hefur lengi verið talað að, og meðal annars var einmitt Halldór hjá Húsanes að nefna það daginn að lengi í mörg ár, jafnvel lengur en það, var fasteignaverð á Suðurnesjum mun lægra heldur en í nágranna sveitarfélögunum, kannski Hafnarfirði og höfuðborgarsvæði. Er sá munur búinn að vera að minnka? Já, munurinn hefur minnkað. Við erum farin að selja nýbyggingarfermetrinn kringu 380.000 eða pluss mínus og niður í 350 kannski. Þannig að íbúðir eldri eignir eru farin að hækka, þeir eru töluvert búin að hækka síðan. Það var hálfgert gullgrafaræði á fasteignamarkað á Suðurnesjum fyrir 2 til 4 árum síðan þegar markaðurinn var að taka við sér svo munaði eftir bankahrun. Tala var að Suðurnesin geymdu mörg tóm hús en það átti svo sannarlega eftir að breytast og þá var hægt að gera góð kaup. Á þessu tíma voru það þannig að bankanir og íbúðalánasjóður voru að selja. Þeir áttu eiginlega megnið eignunum sem voru lausar. Og svo gerist það að íbúðalánasjóður, þeir komu með alltaf reglulega eignir á sölu, en svo fóru þeir að selja í þessum pökkum og tæmdu markaðinn og þá komu leigufélagin og keyptu upp heilu markaðina, heilu pakkana sem þeir voru að selja. En í dag hafa þessi félög verið að selja aftur út frá sér og eru svona að laga pakkana sína sem gott mál að leigufélögin séu líka virk, þau þurfa að vera gott fyrir markaðinn, bæði leigufélög og leigufélögin. En þeir sem voru kannski að kaupa á þessum tíma, bæði einstaklingar og félög, þau voru að gera góð kaup fyrir 2-3 árum síðan? Það var alveg kaupandamarkaður og þá þýddi það að menn vissu að eignir áttu eftir að hækka mikið. Þetta svæði áttu mikið inni og enda voru menn að koma úr Reykjavík og aðstæðar að.
Og en aftur í dag svona rólegar yfir út af því að verðin hafa hækkað og menn sjá það bara, við erum komnir á þokkalega stað, þannig að íbúðaverð hækkar þetta eins og menn að spá, svona 6-8% yfir ár, sko. Þannig að þetta svona breytt. Hvað eru Suðurnesin, eða við skulum segja kannski dýrasti parturinn á Suðurnesin sem að hlýtur að vera einhvers staðar í Reykjanesbæ, gerir ég ráð fyrir. Hvað það svæði langt í verði frá höfuðborgarsvæðinu í dag? Já, maður oft sagt, sko, raunverulega miðpunkturinn sko, raunverulega miðbærinn í Reykjavík og svo stækkar alltaf hringurinn og fer í úthverfin og Hafnarfjörð og það saman. Við höfum alltaf verið svona, hvað, 80-90% af Hafnarfirði. Tímabilið þá vorum við alltaf með okkur, við værum svipað eins og Ásvellir í Hafnarfirði. En þeir eru örlítið hærri í dag, þeir eru að selja fermetrinn á 450.000 með að við erum að selja nýfermetrinn á 380, þannig að við höfum kannski eitthvað inni. Og þetta ástæðan meðal annars fyrir því að það búið að vera gríðarlega ásókn inn á svæðið af fólki sem hefur búið á höfuðborgarsvæðinu og nágranna sveitarfélagunum? Það hefur gerst náttúrulega að fólk sem að vinna bæði upp í flugstöð og víða, þau hafa verið að flytja suður, ódýrari eignir og fá einbýlishús fyrir íbúðir Reykjavík, þannig að. Og svo hafa, sem sagt, Sandgerði, búið að vera mikil uppgangur í Sandgerði og allt selst sem hefur verið til þar. Þannig að það á eftir að byggja upp í Sandgerði og jafnt og í Reykjanesbæ og víða á svæðinu hérna, sko. En ég held að fólk sé að koma bara á svæðið út af það bara mikið að gerast hérna. Alltaf atvinnulífið sterkt og húsnæðisverð hefur verið lægra og mikil þjónusta á svæðinu eins og fyrir fjölskyldufólk. Já, en svo þetta alltaf spurningu þegar menn fara að byggja, eru allir að byggja eins, það þarf svolítið að menn þurfa að passa sér svolítið. Við fengum eignir á sölu, sem sagt, 5-býlishús inn í Innirang sem voru mjög vandar eignir og þær seldust bara í Kvistbæng, 1-3, nýbygging. En svo getur verið að ef menn toppa og fara langt upp í einu, að þá getur það frosið. Þannig að þetta svolítið, markaðurinn svolítið svona, svolítið segi. En hverju hvað fólk að leita mest eftir í dag? Þetta náttúrulega misjafnt eftir hvort fólk að kaupa í fyrsta sinn eða að reyna að bæta eða stækka við og annað, þannig að það allt í gangi eða hvað mesta eftirspurnin? Það náttúrulega ákveðin hverfi sem hafa alltaf verið vinsæl og skólahverfin sem menn að sækjast eftir. Svo líka vantar eiginlega fyrir eldra fólki. Það vantar fyrir þá sem vilja minnka við sig. En það náttúrulega að fara að byggja helling, þannig að vonandi þá leysist það vandamál að losnar hús, einbýlishús eða raðhús sem ekki til hérna, sem sagt ekki í Keflavík og ekki í Njarðvík, en til í Njarðvík. En eins og sé, markaðurinn, hann þarf svolítið svona að spila svolítið, sko. Það svolítið sérstakt að horfa upp á það svona að undanfarin ár og fyrir hrun þá var mesta uppbyggingin á Suðurnesjum kannski, eða í Reykjanesbæ í innri Njarðvík. Nú þar komið bara risastórt bara hverfi. Sérðu fyrir þér áframhaldandi góða uppbyggingu þar? Hún virðist vera að falla vel í geða fólki. Þó fyrir kannski áratug síðan þá fannst okkur þetta svolítið út í sveit. Já. Ég held sko raunverulega Innirang á bara eftir að þéttast. Við heldum ekki eftir að byggja mikið nær Vogunum held ég endilega, sko. Við höfum eftir að þétta þetta. Það hellingspláss eftir, hellingshúsum eftir að byggja. Svo kemur þetta Hlíðahverfin, byggjarinn með allt þetta hverfi sem náttúrulega gríðarlegur fjöldi og svo erum við að tala náttúrulega blokkinar, bæði Húsanes og fyrir aftan Íslandsbanka og víða. Þannig að það við að byggja víða. Ég verð að spyrja þig það. Þetta eru svona tvö stór svæði sem við erum að horfa. Við erum að sjá hérna nokkur 100 íbúðir sem eru í bígerð eftir ströndin í Keflavík, frá Keflavíkurhöfn og inn á Framnesveg og síðan það sem að byggir á gamla svokallaða Nikkelsvæðinu, heitir Hlíðahverfi í dag. Ef við spyrjum nú aðeins bara út í ströndina, það verið að tala hérna 7 fjölbýlishús. Þetta risastórt dæmi. Hvað segir fasteignasalinn sem búin að vera svolítið lengi í bransanum þetta? Sko það þörf, en svo alltaf spurningin koma þau öll einu. Jú, Húsagerðin kemur inn með sitt hús og svo eru þau byrjaðir vel hérna fyrir aftan Íslandsbanka. Þannig að þetta kemur ekki allt inn í einu. En svo þetta alltaf spurningin, hver nóg?
En hlíðakerfið náttúrulega stórt og það náttúrulega þar koma raðhús, einbýlishús, fjölbýlishús, þannig að það blanduð byggð. Þeir eru að tala að afhenda 80 íbúðir í lok þessa árs frá og með haustinu. Það er svolítið mikið. Það er mikið og svo eru verktakar sem eru hugsa að fara að byggja hérna á Nesvöllum sem ætla sér vera fljótir að byggja og þeir getur komið með fyrir eldra fólki, þannig að þetta er svolítið blandað. Svo er þetta allt spurningin verð. Hvar verða þeir? Veistu það, vitum við það ekkert í dag, hvað þessir aðalar sem hafa ekki ennþá auglýst einn fermetra verð? Hvað er þeir verða? Nei, þeir ráða þessu náttúrulega sjálfur, við komum bara með hugmyndir og þeir verða náttúrulega samþykkjar og þeir eru vel þetta snýst allt það að þeir mega verða að halda sér einhvers staðar, þeir mega ekki sprengja markaðinn og svo er þetta bara spurning hvað treysta þeir sér til, og svo er þetta líka spurningin vöndu vinnubrögð, það er misjafnt hvað menn leggja í þessu hús, þannig að þeir sem leggja mikið í þau, náttúrulega eðlilega verða þau aðeins dýrari, fermetrinn á þau, og svo er náttúrulega húsin sem bæði við ströndina, þau eru náttúrulega með bílageymslum sem þýðir að þeir verða dýrari. Þannig að fólk sem ætla til dæmis að losa einbýlishús eða stærri eignir og ætlar að fara í þessar eignir sem eru kannski aðeins minni og minna viðhaldi og annað, áttu vona því að það verði góð eftirspurn eftir eldri eignum, það er þess sem að munu losna í þessum viðskiptum, hvað heldur við það? Já, ég held ég verður alveg eftirspurning eftir því. Þetta er allt spurning verðlagningu, alltaf segjum við það sama sko. Ef menn velleggja svo dýrt, þá sitja þeir upp með eigninar. Þannig að þetta er alltaf spurninguna, en ef menn eru hóflegir þá hef ég trúið að þetta er alltaf ganga mjög vel fyrir sig. Hvernig er verðlagningin á þessum eldri eignum í dag? Þú varst að segja að það verði sé búið að vera að hækka. Við náttúrulega erum ekki að ná Reykjavík í einbýlishúsum, það náttúrulega gengur ekkert, við erum ekki, í Reykjavík að selja einbýlishús fyrir 100 milljónir, við erum ekki að gera það hérna suðfrá, þannig að toppurinn hérna er kannski 70-80 milljónir kannski toppurinn og kannski 1 húsi færri dýrara, en megnið þessum einbýlishúsum sem að seljast hérna, þetta er svona á bilinu þetta 40 til 60 milljónir. Og gengur vel að selja það, ef þetta eru þessar starfsendingar, þá hefur... Þannig að, unga fólki, fjölskyldufólki, það vill fara í þessar eignir sem í grónum hverfum og svona? Já, það er alltaf, þetta er bara sama þegar við vorum að sækjast þetta eldri húsunum og þau fara í endurnýjun, það er skipt út og allu og hent, eða svona, misjátt eftir fólki reyndan en þessi hús seljast alveg jafnvel eins og hinn, sko. En þegar maður horfir á markaðinn í dag og eins og kom fram í viðtalinu við verktakarnir daginn að núna eru verktakarnir að fullklára nánast eignirnar, eða í langflestum tilfellum. Í gamla dag getum við sagt, þegar við rifum það upp, þá var mjög algengt að einstaklingar, hjón, fóru bara og byggðu sér hús, byggðu sér svona eignir. Er það bara alveg búið? Já, það er búið bara út af kerfinu. Kerfið, bankakerfi lánar ekki út á eignir sem eru fókeldar. Nefnum bara lítil hluta, því þú verður að sýna fram á hvernig þú ætlar að klára húsið. Þannig að ef verktaki í dag ætlar að fara að selja, þá þarf hann eiginlega að fara alveg að byggja til 7 sem er fullgerð eign til þess að fá fullt lán út á húsið. Þetta er bara kerfið, bankakerfið sem stjórnar alveg hvernig er. Þannig þú getur ekki keypt þér fókeldir eign í dag og ætlar að smátt að klára það á næstu 10 árum. Það er bara ekki búið. Fáið þið mikið á ungu fólki hérna inn sem að kaupa í fyrsta sinn og hvernig gengur það? Já. Það er búið að vera töluvert núna að ungu fólkinu, en þetta er bara blandað, þetta er bara öllum aldri og fólk að koma undan landi, bara í morgu var ég að ganga frá Kaupsalingi sem að fólk var að koma frá Djúpavogi, þannig að þetta er öllu svæðinu, þetta kemur öllum aldri. En finnst þér unga fólki í það sem að byrja, finnst þér það að eiga meira eigið fé til þess að byrja á það auðveldara með það, eða þetta eitthvað öðruvísi eða fyrir hrun? Það er að hjálpa þetta séreignardæmið og bankarnir eru að stýra því mjög vel varðandi að borgin á lánin og búa til eigi fyrir þessa krakka sem eru að byrja. Mér finnst það alveg frábært bara. Fasteignaverð á Suðurnesjum hefur verið hæst í Reykjanesbæ, en hvernig hefur þróunum verið í verði og eftirspurn í nágranna sveitarfélagunum? Grindavík er ekkert lægri. Grindavík hefur alltaf verið svona hangið við Reykjanesbæ og verið bara svipað. Voganir hafa hækkað hellinga til þeir eru náttúrulega orðinni bara
bara 10 mínútur frá Hafnarfirði, þannig að þykir góður kostur og gengir mjög vel að selja í Vogunum. Garðurinn verður alltaf og Sandgerði verður alltaf aðeins fyrir aftan að það ódýrari lóðir. Lóðir, þú borgar minni gatnagerðargjöld, þannig að það náttúrulega segir sér sjálft að það hlýtur að vera ódýrari að byggja þær. Þannig að það munar alltaf einhverju, sko. Það gerist alltaf, mun alltaf vera. Sko. En það sem gerist í þessu að eins og Garður og Sandgerði og náttúrulega Reykjanesbær og nágrenni, þetta svo nálægt flugstöðinni sem svo stór vinnustaður og núna var stórt leigufélag að tala að þeir eru að fara að byggja eitthvað stórt í Sandgerði. Já, heimavellir ætla sér að byggja í Sandgerði og þeir eiga nú býsna mikið hérna í Reykjanesbæ og ég heldur voru jafnvel að spá að byggja líka í Reykjanesbæ, þannig að ég bara mjög glaður með að leigufélögin skuli vera virk. Það þarf að vera líka á markaðnum, það bara engin spurning, sko. Þetta spurning alltaf leiguprísinn, það aftur á móti, en við tökum aftur leigudæmi eins og fyrir eldri borgara, það vantar orðið leigu fyrir eldri borgara. Alveg sama á Nesvelli, allt fullt, biðlisti, örugglega 10-20 manns eða meira sem býða til íbúðum þar. Við ætlum að enda þáttinn á skemmtilegu myndbandi sem ungur íbúi á Suðurnesjum, hinn 6 ára Heiða Dís gerði, þar sem sýnt hvernig taka má til í umhverfinu á einfaldan hátt og fjarlæga rusl sem annars fýkur Sjáið þetta! Ég hjá Takk-og-Dó-höllinni og hjá Litla Nettó. Og það fullt af svona rusli hjá Litla Nettó. Það á að tína upp ruslið og það skemmir jörðina ef maður hendur svona rusli. Sjáu þið? Hann þetta jörðinni og þarna fullt af einhverju rusli. Fólk á að henda ruslinu í ruslið, ekki úti og svona. Þetta hreinsar ekki jörðina. Þetta bara skemmir og skemmir jörðina. Svo bendum við ykkur á aðra miðla Víkurfrétta-vefinn vaff.is sem með daglega fréttir af Suðurnesjum, kylfingur.is með allar golffréttirnar og svo má sjá þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesjum magasíni á vef Víkurfrétta vaff.is. Takk fyrir okkur og verið sæl.